Þá komið að fjórða lið á dagskrá, það húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég komin á dagskrá liður 7 í fundargerð skipulagsráðs frá 29. janúar. Þessum lögð fram að nýju tillaga endurskoðun húsnæðisáætlana fyrir Akureyrarbæ sem gildi fyrir tímabili 2024 til 2034. Skipulagsráð samþykkir húsnæðisáætlana fyrir Akureyrarbæ sem hefur þannig gildistíma með þeim breytingar sem voru gerðar á fundunum og vísamálum til bæjarstjórnar. Þetta komið hér á dagskrá. Jón Hjaltason óflokksbundinn situr hjá við afgreiðslu erindis í skipulagsráði. En mér langar bara aðeins að nefna svona bara hvað þetta eða svona að koma inn á það hvað húsnæðisáætlun Þarna erum við sveitarfélögin og komum með svona samræmt skjal í raun eða form á því að reyna að halda utanum íbúaþróun og hversu mikið þarf að byggja fyrir hérna ýmsu hópa, eða við erum að reyna að átta okkur á það, því hversu mikið þarf að byggja fyrir hérna ýmsu hópa í samfélaginu til lengri tíma. Og við erum líka að setja niður svona hvar við sjáum fyrir okkur hugsanlega að við munum byggja hér í bænum til þess að uppfylla þessa húsnæðisþörf. Þetta auðvitað rosalega mikið ágiskun, sérstaklega þegar komið fram yfir kannski 3-4 ár. Þá erum við svolítið að renna blint í sjóinn. En þetta í það minnsta eitthvað til þess að horfa á og til þess að ræða hér fram og tilbaka ef fólk hefur áhuga á því. En ég held að það sé alveg svakalega gott plagg og vinnuplagg fyrir okkur sem sitjum í það minnsta í skipulagsráði og bæjarstjórn alla að svona aðeins að sjá hvernig bærin að þróast. Og þegar við segjum það vantar svona margar íbúðir að átta okkur líka á því hvað eru margar íbúðir hérna og hvernig fjölgun íbúða að verða á þeim íbúðum sem eru ekki, það sem enginn býr í. Það að segja í eigu þeirra sem búa annars staðar eða fyrirtækja og allt sem eru bara í þessari skammtíma leigum að segja í bænum. Þannig að hér áætlunin eins og hún lítur út, eins ófullkomin og hún í sjálfu sér, af því að þetta auðvitað pínu svona ágiskun og við erum með tölur sem að byggja á einhver og byggja á forsendum sem að við erum auðvitað ekki með 100%. Þetta spá en eitthvað til þess að gefa okkur svona smá hugmyndum það hvernig framtíðin kemur til með að þróast. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég tek undir það með forseta vorum að þetta líkast til býsna gott skjal. En mér það bæði ljúft og skylt, allavega skylt að gera grein fyrir því af hverju ég satt hjá í skipulagsráði, lét þó vera í þetta skiptið að bóka. Það tvennt í þessu sem angrar mig afskaplega, það annars vegar og reynar ekki nema 2 tölur. Annars vegar það sem segir tjaldsvæðið, þar sem þarna gert ráð fyrir 150 íbúðum, verða 180 væntanlega samkvæmt því sem við höfum áform í dag, hafa jafnvel farið upp í 240 í hæstu tölum. Þetta skipulag, við erum á algjörum villigötum með tjaldsvæðið, þess vegna hef ég ekki og mun ekki samþykkja nokkurt það plagg sem tekur til tjaldsvæðis á grunni núverandi skipulags. Þetta munum við fjallum síðar og ég mun þá gera grein fyrir því nánar hvað ángra mig og hvað svona ómögulegt við skipulagið. Í annan stað þá þarna fjallað íþróttavöllin hér við Hólabraut og þar gert ráð fyrir það byrju 200 íbúðum eða svo sem á að útluta 30 og 35. Þarna ég aftur með efasemdir sem ég get illa grundað í bili af því að við erum rétt að leggja af stað í þessu ferli en þessar 2 tölur hafa orðið til þess að ég satt hjá og ég mun sitja hjá núna líka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson.
Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi nú svona kannski bara fyrst og fremst taka undir með bæjarfulltrúa Höllu hvað þetta svona gott verkfæri. Ég veit að bæjarfulltrúi Sunna Hlín, hún mun koma eftir mér og fara svona ítarlega í það, enda situr hún í skipulagsráði. Þetta veitir okkur baksýnisspegil, veitir okkur líka sjónauka eða allavega svona glerugu til þess að horfa aðeins skýra fram á veginn. Ef við horfum í baksýnisspegilinn, ef við opnum þetta plagg, að þá held ég að við svona sjáum öll markaðsbrestin í þessum baksýnisspegli. Það er ekki markaðsbrestur, þetta er ekki ójafnvægi endilega milli framboðs og eftirspurnar, því að tilvonandi kaupendur, þeir voru ekki æstir í að kaupa, ekki í því vaxtarumhverfi sem hefur verið, og svo sem verktakanir ekki heldur kannski æstir í að byggja, en markaðsbresturinn liggur í því að vöntunin, hún auðvitað hverfur ekki og hún hefur vaxið. Og þannig á þessu tímabilið þá auðvitað hefðu við enga síður þurft að byggja eða í það minnst að vera snögg að byggja þegar að fólk er tilbúið til að kaupa. Og oft er það nú þannig að þegar það er markaðsbrestur þá svona reynir hið opinbera með einhverjum hætti að leysa hann, fjarlægja hann með ýmsum hætti, og það getur verið vandasamt. Það er nú bara þannig að oft þegar aðgerðir loksins koma til framkvæmda að þá er ástandi breytt, markaðurinn er breyttur og aðgerðina geta haft þveröfug áhrif. En ég held nú samt ef við horfum í baksýnisspegilinn og hafandi svona plagg í dag að við höfum ekki farið í þær aðgerðir sem þurft að fara til þess að leysa þennan markaðsbrest. Og sumt af því sem við gerðum var kannski ekki til bóta, eða það sem við gerðum ekki. Og ég held við þurfum að hugsa það. Við höfum talað tafir í Móahverfi, við þurfum að tala meir það. Og svo þurfum við líka, þegar við höfum svona skjal, að hugsa hvernig ýmiss konar gjaldtaka hefur áhrif og hvort að það svona ýti undir einhver markaðsbresti eða leysi þá. Og þetta er eitthvað, þannig að við þurfum bara að læra að nýta svona plagg. Starfsfólki okkar, það er orðið mjög flinkt í að smíða og ég veit það, þetta er hellingsvinna. Þannig að við þurfum líka að leggjast í vinnu kjörni fulltrúar til þess að læra og ég þykist nú vita að þið ykkar sem sittið hérna í skipulagsráði að auðvitað gerið það og ég held að við þurfum öll að læra það. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gunnarsson, Loki Málsson, næstektu máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir og ég ætla að biðja varafærsluðum að taka við stjórnina og ég ætla að fá með smá pásu. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. En nú aftur langar mig bara að ræða það hvað mér finnst eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á húsnæðisáætlun snilldartól. Þetta er bara frábært verkfæri til að rýna aðeins í stöðuna í sveitarfélaginu og er bara þess virði að því ég veit að mikil tími hjá sviðsstjóra skipulagsins fer í að gera þessa húsnæðisáætlun en þetta er bara okkar framtíða plaggpínu og hér koma fram bara mikilvægar upplýsingar fyrir stefnumörkun sveitarfélagsins og er það mitt álit að við ættum að vinna hana fyrr svo nýtist betur við gerð fjárhagsáætlunar. Við eigum að bara vera að vinna hana samhliða fjárhagsáætlun eins og við byrjum að vinna fjárhagsáætlanir bara strax á vori. En bara til að nefna nokkuð dæmi gagnlegar upplýsingar sem koma fram í svona húsnæðisáætlun, bara dæmi, staðan á húsnæði fyrir eldri borgara, þarna er búið að setja upp í graf hver staðan eða vöntunin er, líka í leikskólum og þarna getum við líka séð stöðuna á grunnskólunum og það er merkilegt að sjá á því grafi að það er miklu meira en nóg pláss í grunnskólunum okkar. Þeir virðast bara vera hálffullir miðað við þetta graf og þetta er þá líka eitthvað verkfæri sem við getum nýtt til að skoða hvar við ætlum að byggja í framtíðinni. Þannig að við séum að fylla upp í grunnskólan okkar. Þannig að við séum ekki að fara í dýrar innviða uppbyggingu þegar það er óþarfi.
Það sem þetta gefur okkur líkar upplýsingar hvað verða marga nýjar íbúðir tilbúnar á þessu ári og eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að líta líka í baksýnis speilin. En eins má nefna bara heimasíðu HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, en þar má finna mælaborð með talningu húsnæði í byggingu í sveitarfélagunum sem bara mjög áhugavert að rýna og ég bara mæli með að gefa sér tími það. Þannig húsnæðisáætlun, hún gefur okkur upplýsingar raunstöðuna á húsnæðismarkaði og okkar tæki til að skipuleggja lóðaúthlutanir og skipulagsgerð. En eins og bæjarfulltrúi eða forseti Halla Björk kom inn á áðan að auðvitað þetta bara okkar áætlanir, en þetta eru áætlanir sem við þurfum þá að skipuleggja í kringum ef við ætlum að ná því. En hér kemur hins vegar fram að við úthlutuðum einungis 94 íbúðum árið 2024 en munum úthluta 469 á þessu ári sem virkilega jákvætt, en hér sjáum við bara hvað gerðist pínu við seinkunna á Móahverfinu. Það var byrjað á allt og fáum íbúðum á árunum 23 og 24. Við getum ekki kennt vaxtastiginu einu þessa lægð sem myndaðist á markanum, því allar fjölbýlislóðir í Móahverfi fóru strax út og verktakar tilbúnir að byrja bara mjög fljótlega. Vænt framboð íbúða árið 2025 120 íbúðir. 50 árið 2026 og rétt undir 100 árið 2027. Og þegar að tala vænt framboð þá að tala tilbúnar íbúðir til sölu. Sem þá að meðaltali bara eitthvað 100 næstu 3 árin. En miðspá gerir ráð fyrir þörf á 197 íbúðum á ári, hann við erum ekki svona nálægt í að ná þessu markmiði, þannig að þörfin mun bara aukast á næstu árum. Svo kemur kúfur á markað árið 2028, íbúðir sem áttu með réttu að vera að koma á markað jafnt og þétt næstu 3 árin. Þetta þýðir allt og lítið framboð íbúð næstu 3 árin með hættu og tilheyrandi hækkun og á fasteignaverði. Það myndist einhver fasteignabóla hérna. Þetta ástand má bara ekki endurtaka sig og við verðum að vera tilbúið með lóður sem hilluvöru og tryggja að allt gangi smurt í framkvæmdum við ný hverfi. Við höfum verið að vinna endurskoðun aðalskipulag til að raða upp næstu hverfum og þéttingareitum og þegar þeir vinnu líkur, vonandi í haust samkvæmt nýjasta tímalínu, en þá eru nokkri mánuðir í næstu kosningar og eina skipulagi sem við höfum þá mögulega klárað tjálsvæðisreiturinn sem flókin þéttingareitur en við þurfum að vanda okkur þar og við þurfum líka að spýta pínu í að því að samkvæmt húsnæðisáætlun ætlum við að fara að úthluta þar á þessu ári. Við erum ekki byrjuð á skipulagi á nýju hverfi eða stækkun og nýlegum hverfum. Við erum þó byrjuð á skipulagsvinnu á naustum 3. Þannig að til að þessi húsnæðisáætlun standist þá verðum við að halda vel á spöðunum því ef við lítum yfir yfirlit á úthlutun lóða næstu árin þá erum við ekki byrjuð að skipuleggja stóran part af þessum lóðum. Móahverfið til en það enn verið held ég að hanna og í útboðum á öðrum áfanga ef ég þekki rétt. Þannig að það þarf að passa vel að það verði engin seinkun á þeirri framkvæmd. En það virkilega jákvætt að það eru 279 íbúðir í byggingu núna, en langflestar eru á matsstigi 2 samkvæmt mælaborði HMS, en þetta skipt 0, 2, 3, 4 og 5, sem þýðir að það eru stutt og vegkomnar. Þess vegna verðum við að vera á tánum að passa að vera ekki frekari seinkanir og uppbyggingu á Móahverfi og að næstu áfangar verði tilbúnir á tilteknum tíma. Það krúsjáls að við náum okkur upp úr lægðinni sem við erum í núna og það framboð sem við erum að fara að bjóða að nýjum íbúðum næstu 3 ári. Þannig ég ætla að enda að leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars. Samkvæmt húsnæðisáætlun 2025 vænt framboð íbúða árið 2025 120 íbúðir, 50 árið 2026 og rétt undir 100 árið 2027. Miðspá gerir ráð fyrir þörf upp á 197 íbúðir á ári. Við erum ekki eins og nálægt því að ná þeim markmiðum á næstu árum.
Til að þær áætlanir lóðaframboð sem settar eru fram í húsnæðisáætlun standist mikilvægt að hraða skipulagsvinnu, vinna upp lager af íbúðalóðum og viðhafa virt eftirlit með framkvæmdum á nýjum hverfum svo ekki komið til seinkana. Þannig komum við okkur upp úr þeirri lægð sem hefur myndast á húsnæðismarkanum á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa bara mjög svo fínu umræðu húsnæðisáætlun. Ég held að húsnæðisáætlun og þetta, þessi vinnubrögð sem við erum svona eiginlega, mér líður eins og við séum svolítið svona ennþá að innleiða, skiptir mjög miklu máli. Það er svona, bæði fáum við sko eitthvað svona heildar yfirlit stöðu mála og fáum aðeins að sjá stöðuna. Við höfum samt verið í dálítið miklu svona lærdómsferðlu og ég held að við séum líka þar ennþá að því að ég sé ekki alveg að alla tölurnar passi kannski við nýjustu gögnin, til dæmis að því ég skoða nú svolítið biðlista eftir félagslegu húsnæði, þá sýnist mér að minnstakosti með að við gögn úr velferðarráði þá sé það ekki sömu tölur úr í húsnæðisáætlun, en þetta er örugglega eitthvað sem bara er svona verklag sem þarf að laga og mér finnst það að lagast ýmislegt varðandi meðal annars samskipti milli velferðarsviðsins og síðan skipulagssviðsins og umhverfis- og mannvirkjasviðs varðandi einmitt þessi gögn og ég held að það sé mjög mikilvægt og líka það að þá biðlistatir okkar séu raunsannir að því það hefur síðan áhrif á pólitíska umræðu og stefnumörkun og ákvarðanatöku fjármagn. Þannig að mér finnst það skipta bara máli, þannig að ég bara svona kannski brýni okkur og bara allt starfsfólk að við höldum áfram að gera þá þessa húsnæðisáætlun og þann grunn sem að hann á að vera eins réttan og mögulegt er því að hann er okkar plagg til þess að eiga síðan í einhverju samtali. Mér langaði líka að tala aðeins það áhugaverð innlegg frá bæjarfulltrúa Sunnu Hlín, takk fyrir það. Það var eitt sem ég vildi svona í því samhengi svolítið nefna að því að hún nefndi meðal annars Móahverfi og svo hafa komið upp ýmis mál annar staðar og ég hef það pínu á tilfinningunni að við gleymum okkur svolítið þegar að skipulagsvinnunni er lokið. Mér líður eins og við þurfum að gera aðeins stærra tímaplan. Það er að segja við verðum, og ég held að allir bæjarfulltrúar eiga svolítið sammært, að langar öllum að hlutinni gangi ótrúlega hratt, alveg bara eins hratt og bara þess að hús væru helst bara átt að koma upp í gær. Svo auðvitað er skipulagsvinnan eins og við vitum og svo verða allir svo glaðir þegar skipulagsvinnan er lokið að húsin eiga helst að birtast á morgun. Og ég heyri að minnstakosti svolítið tala það að við gætum teiknað upp ferlið, ekki þannig að teikningin á ferlinu ljúki þegar skipulagsferlinu lýkur, heldur hvað svo. Því að það getur bæði skapa tíma og verið meira vandað ef við teiknum líka hvað gerist til dæmis ef við gefum okkur tíma í hönnunavinnuna. Af því að þegar verkefni er hafið, þá er svo mikill hætt á brestum ef að við setjum of mikinn þrýsting á að sko í rauninni gefum ekki svigrúm í okkar tímaplönum og þar af leiðandi í húsnæðisáætlun og gerum ekki ráð fyrir því að þurfi tíma til þess að hanna, til þess að eiga góðum samskiptum við aðra stofnanir mögulega hvernig þetta á að vera. Mögulega erum við að teikna okkur of þröngan tímaramma í okkar ákafa í að hlutinni gerist hratt og gleymum svolítið þessu stigi. Þannig ég vildi bara svona aðeins nefna þetta svolítið í þessu samhengi og þetta verið aðeins verið rætt eins og hjá umhverfis- og mannvirkjaráði sem hefur einmitt verið svona bend á það er eitthvað hægt að skoða þetta, við teiknum upp línuna alla leið þangað til að eru tímalínuna sameiginlega svolítið alla leiðina þangað til að húsið er í rauninni bara tilbúið og tala nú ekki eða að minnstakosti þangað til að viðkomandi getur bara tekið við lóðinni alveg. Þannig að þetta er allavega svona minn túkall inn í þessa umræðu að svona hvetja ykkur til þess að annars vegar halda áfram að láta þessi gögn vera eins góð og mögulegt er og hins vegar að teikna upp tímalínuna lengur heldur en bara þangað til að skipulagsferlunni lýkur og flýta okkur hægt því að við sko í of miklum æsingi getum skapað of langa tíma og of mörg mistök og of mikinn pirring ef að við vöndum ekki til verka líka þegar að skipulagsferlinu lýkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Elma Ísteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að byrja að þakka bara góðar umræður.
Men þetta mjög mikilvæg umræða og bara eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á þá og sennilega fleiri búin að hafa orð á því en þetta að verða alltaf betri og betri vinna sem mikilvægt en eins og við vitum þá hefur biðlistinn eftir félagslegu leiguhúsnæði verið svona aðeins að breytast síðustu mánuði og vinnan þar í kring hefur líka verið að uppfærast aðeins þannig að ég gerir ráð fyrir að listi sem þarna inni þá listi sem hefur verið tekin okkur ákveðnum tímapunkti þegar vinnan á sér stað og ég held hann sé bara réttur með það. Samtali var gott á milli velferðarsviðs og skipulagssviðs þannig að ég held að þetta hefði ekki getað verið betri listi en hann var á þessum tímapunkti. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Hilda Elma Eysteinsdóttir lokið máli sinni næst til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúa, mér langar að bara bæta við umræðuna hjá bæjarfulltrúa Hildu sem kom með mjög góðan punkt með hönnunar og skipulagsvinnuna og það held ég einmitt það sem að ég var kannski að reyna að koma inn á áðan að við þurfum leið og við erum byrjað að útluta úr einu hverfi þá þurfum við að vera bara byrjað á næsta af því að þetta tekur gríðilegan tíma og ég held þessu nokkuð ljóst að við vorum að flýta okkur of mikið. Við ætluðum og fórum á stað með ákveðna tilraun með að útluta rauninni áður en að lóðirnar voru tilbúna til afhendingar sem að ætti að vera gott að það gefur verktökum tíma til að hanna sínar íbúðir. Þannig að þetta var eitthvað lærdómsferli og það fór náttúrulega alls konar úrskeiðis og held ég bara ofsalega mikilvægt að við bara förum aðeins ofan í hvernig við ætlum að gera þetta og eins og bæjarfulltrúi Hilda koma, hvernig tímalína best, hvenær kemur Norðurorka inn í samtali, hvernig ætlum við að haga þegar verktakar kannski eru ekki á sinna eða eru komnir fram yfir sinn verktíma og svo framvegis. Þannig ég held að við þurfum bara aðeins að staldra við og fara bara ofsalega vel yfir svona ferli. Þegar nú erum við bara farin að sjá og vel að gemsleipi Hlíðarfjalli, það tók miklu lengri tíma og að ég held komin 50% yfir fjárhagsáætlun, cirka bát kirkjutröppurnar fóru held í 42% yfir fjárhagsáætlun og fór langt yfir verktíma. Þannig að við þurfum líka aðeins að fara að skoða hvað við getum gert sem sveitafélag þegar við erum búin að bjóða út verk en þeir sem að fá verkin eru ekki að standa sinn tímaramma og það bara gríðarlega dýrt fyrir okkar sveitafélag og það væri bara áhugavert að við tækjum saman tölurnar hvað þetta að kosta okkur. Þannig að ég held að við þurfum bara að fara eins yfir þetta verklag hjá okkur, bæði umsa og skipulagsráði, hvernig við ætlum að haga svona framkvæmdum í framtíðinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sinni næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir mjög góða umræðu og ég tek undir að það æskilegt að vera með sem mestan fyrirsjáanleika og samfellu í lóðaframboði og uppbyggingu á íbúðarhúsnæði. Og við getum alveg örugglega bætt okkur á mörgum sviðum eins og hafa komið ábendingar og hugleiðingar hér. Ég vil bara rifja upp að nefna að svo kom alltaf af og til einhvers konar svona tómatsósu áhrif í þetta ferli að ef vextir lækka þá blossar upp áhugi almennings og fjárfesta á að byggja og kaupa íbúðir, svo dettur hann niður þess á milli. Ef að verðbólguvæntingar hækka þá vilja fjárfestar eignast steinsteypu og þurrka upp lausa lóðir. Þannig að þetta flækir vissulega málið og ástæðan fyrir að ég kom hérna upp núna var einmitt til að nefna mögulega ein svona tómatsósu gusa að væntanlega núna eða kannski öfugri merkingu sem að þannig að ný ríkisstjórn hefur boðað aðgerðir til að herða reglur skammtíma leigu á íbúðarhúsnæði. Og hérna á Akureyri erum við með á annað 1000 íbúðir sem eru ekki með fasta búsetu, það sjálfsög ekki allar í skammtíma útleigu en samt sem áður alveg hægt að ímynda sér að þetta muni hafa áhrif og sjálfsagt að fylgjast með því og sjá hvað gerist. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Málstekur bæjarfulltrúi Halla Björk Hreinsdóttir.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka fyrir bara góða umræðu og við getum endalaust talað skipulagsmál. Það er ástæði fyrir að skipulagsráðsfundirnir eru 4 tímar. En já, eins og ég kom kannski inn á í upphafi að þá þetta svona, gefur okkur einhverja ákveðna mynd. Ég glemdi hins vegar að geta þess að inn í þessari mynd eru ekki uppbygging eða fyrirhuguð uppbygging hjá einkaaðilum. Þannig að hún kemur algjörlega fyrir utan þessar tölur sem við erum að horfa á. Það má nefna til dæmis það sem er verið að velta fyrir sér hérna í kringum Glerártorg og svo framvegis. Þannig að það er ekki inn í. Og svo eins og bara hefur komið hérna fram hjá öðrum bæjarfulltrúum, það er svo margt sem hefur áhrif. Við vaxtastig sem dæmi verðbólgu væntingar og svo framvegis. En svo líka, ég held að það hefur bæjarfulltrúi Sunna sem nefndi einmitt þetta er svo áhugavert plagg þegar maður er að skoða skóla og þörf fyrir bara grunnskóla, leikskóla og svo framvegis og í hvaða hverfum og hvernig íbúaþróunin í hverju hverfi fyrir sig og hvar eigum við þá að setja niður nýja íbúðir og þá kemur líka þéttingu byggðar og þetta er svona jafnvægislist í þessu öllu saman. Þannig að við erum alltaf að reyna að horfa á allar þessar breytur og reyna svona að gera átt okkur betur og eftir því sem við erum með betri gögn sem ég vil meina að þetta hjálpi við að við tökum þá í það minnsta betri ákvörðun heldur en áður hefur verið gert, getur skipulagt okkur betur og ég ætla að segja aðeins í sambandi við það plana lengra eða sjá fyrir hvað svo eftir skipulagið að samstarf milli umhverfis- og mannvirkjasviðs og skipulagssviðs hefur aukist til muna á síðustu árum og er alltaf að verða betra og betra sambandum milli þessar tveggja aðila og Norðurorku sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt upp á það hvernig við erum og það hafði til dæmis áhrif á þessa húsnæðisáætlun að Norðurorka kom með umsögn og mat það hvaða hverfi eru auðveldari en önnur sem við færðum þá til kannski í tímaröðinni, þú veist að við færum fyrst í það sem væri kannski auðveldara fyrir okkur að framkvæma. Þannig að all þessi samvinna, hún skiptir máli, allar þessar upplýsingar, öll þessi gögn sem við getum til þess að taka betri ákvarðanir, hjálpa okkur, en ég tel að við séum að leggja upp í og þessi áætlun sem við erum að horfa hérna núna sé mjög metnaðarfull mikla uppbyggingu og auðvitað til þess að koma til móts við þá þörf sem hefur verið uppsöfnuð á síðust árum og og ég eru kannski reyn marga ára og skipulagsráð allt held ég sammála það að við skipulag á lóðum er eitthvað sem við viljum hafa sem hilluvöru og sviðið okkar er að gera bara, myndi ég segja vinnu kraftaverk á hverjum degi, þú veist þetta er fámennt svið en afskaplega hvað ég að segja skilvirkt og vinnur hratt miðað við bara skipulega yfir höfuð og þannig að við erum bara vongóð að við komum til með að hafa hér, svo kannski ekki alveg á næsta ári en við komum til með að vera með skipulag sem hilluvöru þannig að við getum haft það tilbúið þegar að batnar og árar betur í samfélaginu. Bæjarfulltrúi Höllu Finnsdóttir fyrir gefnandi stjórnarfundinu. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar. Mér langar til að held ég undirstrika það sem hann bæjarfulltrúi Andri minntist á eða tæpti á, það er þessi staðreynd að einhver staðar á bilinu 15-20% íbúða hér á Akureyri. 1/5 íbúða á Akureyri hefur ekki lögskráðan íbúð. Þetta hlýtur að hafa gríðarleg áhrif á alla uppbyggingu. Ég tala ekki ef þessi tala fyrir hækkandi, eða reyndar, þarf ekki að fara hækkandi, þetta hefur þegar mikil áhrif. Það rýrir allt það sem við erum að gera hér í innviðastarfi, ef hér eru íbúðir heilu einbýlishúsin sem standa auð meir og minna allt árið, eins og eru reyndar bara í mínu nágrenni, þá getur talið upp 6 einbýli í næsta nágrenni sem standa auð meiri hluta ársins. Þetta hefur áhrif.
En hvað til ráða? Við höfum velt fyrir okkur leikfimi að lækka útsvar, hækka fasteignagjald. Þá lendum við þeim ósköpum að því miður þá þykjum við fátækrastyrk frá jöfnunarsjóði upp á 140 milljónir ef ég man rétt og hann fellur niður ef við förum að hræra eitthvað í útsvarinu. Þannig að borga sér frekar að lækka útsvar, hækka fasteignagjald, stroka yfir 140 milljónirnar og komið betur út þannig. Ég veit ekki með slíka leikfimi en svona staðan einhverja síður. Þess vegna vil ég tala, sem ég reynda gert áður, í gegnum ykkar til Alþingis að þessu þarf að breyta. Ég veit að það hefur komið til tals mann eftir því að í kosningabaráttunum núna í gær og fyrradag á að tala tómtúrskatt sem fannst anskoti gott orð, mjög gott hugtak sem mætti alveg velta fyrir sér, allavega að ég held að við þurfum að gera einhvern Skotland, það þarf einhverjar lagabreitingar, það þarf einhvern negin að hafa ögn meira upp úr þessu fólki sem hér kaupir heilu einbílinn og hér aldrei, nánast aldrei en nýtir, þegar það kemur nýtir það sem við höfum upp á að bjóða, en borgar ekki útsvar, borgar eingöngu fasteignagjöld til bæjarins. Þetta er grafalvarlegt mál, finnst mér, sem við verðum að reyna að taka á, því miður getum við ekki hér, en þú verður það að gerast á Alþingi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þegar ég fór að fylgjast með húsnæðisáætlun fyrir nokkrum árum síðan, þá var það svolítið skrítið plagg og það hefa miklar framfarir orðið síðan þá. Það verið að tala hérna eins og tómar íbúðir og ég er búin að segja þetta hérna áður og ég segi það enn að við náttúrulega búum við það í Hríseyjarhlutanum af Akureyrarbæ og það eru 51% húsnæðis sem standa tóm, meiri hluta ársins. Þar búum við líka við það að leiguhúsnæði er á mjög skornum skammti og það var rúmlega 2 ára ferli að reyna að fá breytt íbúðalóðum í fjölbýlishúsalóðir til þess að reyna að trekkja að einhverja til þess að byggja því það er enginn að fara að byggja einbýlishús á eyju þar sem að flutningskostnaðurinn hækkar verðið við bygginguna töluvert. Það er búið að koma hérna bara mjög góður umræður og mér langar svona að taka pínu líka áfram með það að þegar skipulaginu lokið, hvað getum við gert? Að það er uppbygging hérna á Akureyri og lóðir að seljast og fólk að byggja og mig langar að hvetja bæjarstjórn og pólitíkina til þess að núna þegar verið að klára að skipuleggja fjölbýlishúsalóðir í Hrísey og að stefna að auka skipulag byggðu upp fyrir ofan byggðina sem nú þegar er að við beitum okkur svolítið fyrir því að fá aðila út í eyju til þess að byggja. Hvort sem það í gegnum ríkið eða hvernig svo sem það að það þarf að taka þessa vinnu lengra því að í eyjunni býr fólk í skúrum. Að býr ein manneskja í skúr hluta ársins. Fólk að þvælast á milli herbergja af því það vill búa í Hrísey en það fær ekki húsnæði. Og við erum náttúrulega undir Akureyrarbæ. Bara svona til þess að leggja smá áherslu á það. Bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt innlegg í þessa umræðu íbúðir þar sem enginn skráður með lögheimili. Ég held að það sé full ástæða til þess að ræða þessi mál mjög alvarlega á breiðum grunni, en ég myndi gjarnan vilja að við myndum það eru mjög margir gestir þó þau séu ekki búsettir hér sem hafa skipt líka til dæmis atvinnulíf okkar máli og mannlíf sem koma hingað þó það sé bara hvort sem það er í orlofshús eða tíma úr ári sem hafa alveg skipt máli. Þannig ég myndi hvetja okkur til þess að láta orðaræðuna
ekki endilega enda þannig að þetta séu eitthvað við á móti þeim og svo framvegis. Þetta snýst kannski meira ákveðin sanngirnisjónarmið varðandi heildarsamhengi hlutana og það skiptir miklu máli að þegar að húsnæðið er orðið komið yfir ákveðið hlutfall, af því þetta í öllu sveitafélögum. Íbúar sem eru með lögheimili á Akureyri eiga líka húsnæði í öðrum sveitafélögum og svo framvegis. Þannig að það verður bara fróðlegt og spennandi að sjá hvort og hvernig Alþingi getur fundið einhverja leið til þess að vinna með okkur, því að sjálfsögðu þegar það eru líka margir gestir, hvort sem að við erum nú líka að vinna að því að laða að okkur fólk til þess að vera ferðamenn hér og sem að skipti talsverðu máli, en síðan svona sanngirnishliðin á hinn bógin, þar að segja sem að snýra að uppbyggingu innviða og það getur snúið hvort sem það fólk sem býr á Akureyri eða rétt hjá Akureyri og nýtir ákveðna innviði eða þjónustu, það getur átt við gesti, erlenda sem innlenda, þannig að ég þetta einhvern veginn bæði jákvætt og neikvætt, þetta hefur sína kost og galla og ég vona að við nálgumst þetta að reyna að finna sanngjarna lausn en ekki endilega þannig að við verðum eitthvað sérstaklega óvinnveitt þeim góðu vinum okkar sem að koma hingað hluta úr ári. Ég vildi bara kasta þessu inn sem hinflutin vegna þess að við vitum það líka að einn af stærstu styrkleikum Akureyrar ferðaþjónustan og ekki síst á innlendum markaði. Við erum eitt eftirsóknarverðasta svæði á Íslandi sem fólk sækir í frí, hvort sem það að vetrarlagi eða sumri og þetta eru mikil verðmæti. Þetta fólk líka sem fer á veitingahús og verslar við fyrirtæki í bænum og við værum nú mikið fátækari ef að þau væru ekki, en að samanskapi þegar að hlutfallið komið svona hátt þá má alveg velta fyrir sér hvort að ástæða sé fyrir opinbera að bregðast við með einhverjum hætti með mögulega að því tómthúsagjald var til umræðu fyrir mörgum árum síðan en þá undir allt öðrum formerkjum, en það þarf náttúrulega væntanlega að reikna þetta líka út hvort og hvernig þetta þá skilar sér fyrir bæði heildin og samfélagið. Þannig að en það verður forvitnilegt. En eins og ég segi, ég vona að við förum ekki alveg í skotgrafir, heldur verður svolítið lausnamið og leggjum og bjóðum okkur þá líka bara fram í þessa vinnu við að koma með tillögur að lausnum sem að við líka reiknum til enda. Takk. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máls sín. Ég ætla að biðja varaformaður að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúi mig langaði aðeins að koma inn í þessa umræðu tekið undir það sem bæjarfulltrúi Hilda Jana var að segja, að þú veist að það eru auðvitað margar eða 2 og ef ekki 3 hliðar á því að við séum með hátt hlutfall af þeir sem hafa ekki lögheimili eða hvað bú ekki að staðaldri í húsunum. Við viljum að sannarlega fá þessa gesti og það ekkert að því að vera með hús sem eru mikið í notkun í sjálfu sér. Þú veist, ef fólk að nýta húsin. Tómthúsagjald eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom til tals fyrir einhverjum árum síðan, en það var reyndar þá í smærri sveitafélögum, ekki það sem væri vaxtarsvæði. Það var svona, þegar við fórum að skoða það betur hvort þetta ætti við Akureyri, þá var til dæmis Akureyri undanskilið. En það mætti alveg hugsa sér að fasteignagjöld væru bara á slíku öðru húsnæði heldur en það sem þú býrð í, séu bara eins og í sumarhúsum, sem dæmi. Að þetta þú nýtir kannski þessi auka húsnæði sem þú átt eða fólk á, sem annað og þriðja húsnæði, sem sumar- eða orlofshús. Og þannig fengjum sveitafélögin hærri tekjur, það má hugsa sér eitthvað slíkt, en það eru eins og ég segi, margar hliðar á öllum sem peningum og það sem bæjarfulltrúi Andri kom hérna inn á áðan tómatsósu eins og ég skildi hann að ef við værum áhrifin væru, eða þú veist ef það á banna þetta allt saman og við ætlum að þeir sem eiga húsnæðið fara þá í því að setja það á markað, að þá þörfin fyrir að byggja ekki svo mikil og þetta hefur áhrif á eitthvað annað þá í staðinn, þannig að við þurfum að einhvern veginn að vega eða fara þennan línudans sem að við þurfum að taka tillit til eiginlega allra þátta og hafa bara allt þetta í huga. En já, bara takk fyrir góðar umræður þessi mál. Þakkum bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir fyrir, gefum náttúrulega stjórnarfundinum. Orðið laust, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti,
Ágæti bæjarfulltrúar, mér langar að koma bara aftur upp einmitt og koma inn í þessa umræðu eins og bæjarfulltrúar Halla og þess maður geta að ég siti í starfshópi þessi mál með varabæjarfulltrúa Sindra og Þórhalli Jóns og við erum að skoða þessi mál núna og höfum verið að kalla eftir gögnum sem bara ofsalega fróðlegt að rýna í og kannski helstu áhyggjurnar eru kannski ekki hversu margar íbúðir eru fyrir gesti sem koma, sem kannski mest áhyggjefni þegar við fórum að rýna í gögnin hversu mikið af því húsnæði sem virðist vera í skammtímalegu sé ekki skráð. Og fyrir 1 ári síðan hefði það ekki skipt okkur svo miklu máli en það skiptir okkur gríðarlega miklu máli í dag þar sem að lögum var breytt í fyrra þannig að húsnæði í skammtímalegu flokka sem atvinnuhúsnæði sem ber þá miklu hærri fasteignaskatta heldur en heimagisting. Þannig að okkur sýndist að þetta væri eiginlega helsta verkefni þegar við ætlum að fara að gera einhverja reglur þetta að þetta væri bara verkefni sem við þyrftum að fara í og það var ánægilegt að heyra á blaðamannafundi í gær hjá ríkisstjórninni sem að þau nefndu að það ætti að auka eftirlit með þessu þegar við höfum verið að velta fyrir hver á eftirliti með þessu. Og mér heyrðist á þeirra túlkunum að það sé ríki sem sinnir í einhverju leyti en auðvitað þurfum við líka að bregðast við ef við erum að verða að gríðarlegum tekjum þarna. En við sáum bara að það ber ekki saman gögnum tómar íbúðir og hver eru skráðar og svo íbúðir sem við vitum að eru í leigu og eru ekki skráðar og svo framvegis. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunnarlín Jónsdóttir loki málsinu orðiðlust. Þeir sem geta samþykkt áætlunina náttúrulega gefum merki. Það er allavega. Takk fyrir.